komið sæl og blessu og verið hjartanlega velkomin í Gjallarhornið, þar sem við tökum púlsinn á málefnum líðandi stundar. Ég heiti Magnús Benediktsson og með mér sest Birta Karen Tryggvadóttir og viðmældun okkar þessu sinni engin önnur en Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Gaman að fá boð í þennan góða þátt ykkar. Þú varst nú einu sinni í Heimdalli. Já, ég var formaður Heimdallar í 2 ár. Hvernig finnst þið vera svona Heimdallir þá versus hvernig hann núna? Finnst þið eitthvað svona breyting, hvernig við erum sýnileg eða? Ég held að bara það breytist allt mjög hratt og svo er þetta svo einstaklingsbundið bara eftir fólkinu sem stýri hverju sinni. Þegar ég var í Heimdalli lagði ég bara mikla áherslu á að reyna að koma málum á framfæri með einhverjum svona öðruvísi hætti til að leyfa fólki til að reyna að fá fólk til að lesa svona ályktanir okkar af því að þá fann maður að það var svona minni áhugi kannski á að lesa stjórnmála ályktanir og maður skildi það alveg. Þannig að það er alltaf verkefni Heimdallar að reyna að koma málum á dagskrá með svona fjölbreyttum hætti eins og hlaðvarpi. Voru þið ekki með eitthvað gjörning líka þegar þú varst? Alls konar gjörninga. Já. Það var alveg, við seldum gjaldeyri og við fórum með hest upp og rúf til að segja upp áskrift og það var alls konar. Hvernig var tekið í það? Almennt mjög vel. Þetta er auðvitað bara, almennt eru svona gjörningar gerðir bara til þess að láta fólk og vekja fólk til umhugsunar og til dæmis það vakti fólk til umhugsunar að lögaðilar borga fyrir rúf, áskrift á rúf og það eru til dæmis fyrirtæki eða lögaðili í kringum stóðhesta. Þeir nýta sér samt ekki ríkisútvarpið mikið þannig að við vorum bara svona að sýna fram á fáránleikann og það lagðist nú almennt vel í fólk. Æðislegt. Og kannski vakti meira athygli á málinu heldur en að skrifa bara eina grein í blaðið. Algjörlega, þetta er náttúrulega bara snilldarinn að gjörningu sko og voruð þið ekki líka með að selja áfengi hjá Lækjardóttur? Það var Hlynur Hlynur sem var undan mér og þannig að það var svona, við horfðum til þess, það var vel heppnaður gjörningur og við horfðum til þess og reyndum að koma með fjölbreyttar leiðir. Já, nú ert þú næst yngsti ráðherra í sögu Íslands og yngsti eða ekki í sögu lýðveldisins? Jú, síðan 1938. Já, hvernig er það? Hvernig er að vera svona ung og í ráðuneytinu? Það er bara eiginlega magnað að fá svona mikið traust, að fá að sinna svona stóru embætti og ég held að það sýni sig og hafi sýnt sig svona síðastliðin ára að Sjálfstæðisflokkurinn treystir mjög vel ungu fólki en það er auðvitað ekki nóg að við þurfum auðvitað líka að gefa kost á okkur og óska eftir stöðum og sækja fram og að vera svona ungur í ráðuneyti er bara gengur afskaplega vel. Auðvitað kannski hefðu sumir ekki trú á að þetta myndi ganga vel eða efuðust það að ég geti valdið starfinu en ég vona svona núna á fyrstu mánuðunum, það fer nú að líða árinu að flesti sjáu það að þetta er auðvitað alveg vel mögulegt. Þú stendur bara mjög vel sko. Já, getum alveg sagt það. Hvað er svona verkefnið framöndan? Nú ert komin í sumarfrí frá Alþingi allavega, en hvernig er svona verkefnið framöndan í ráðuneytinu? Það er svona alls konar verkefni sem maður er að reyna að klára til að koma sér í sumarfrí í ráðuneytinu og það eru svo margir málaflokkar sem heyra undir dómsmálaráðuneytið og fjölbreyttir. Þeir eru viðkvæmir ofta þeir snúast bara einstaklinga og fólk og en það eru auðvitað verið að vinna ýmsum frumvörpum fyrir næsta haust. Ég er bæði að vinna nokkur frelsismál eins og netverslun frumvarpi með áfengi sem og sölu hjá brugghúsum á bjór hjá svona brugghúsum, þessum litlu handverksbrugghúsum sem eru víð land og Íslendingar kannski kynnast ennþá betur í sumar þegar þau ferðast meira innanlands. Síðan er ég frumvarpi afnema mannanafnanefnd og auka mjög mikið frelsi hvað var það að velja sér eigið nafn. Síðan er ég að vinna mikið og nokkur frumvörp snúa þessum svona ofbeldismálum, ákvæði umsáturseinelti sem er svona stalking ákvæði sem vantar svolítið í okkar löggjöf. Ég breytti lögum nálgunarbann þegar ég var þingmaður og hef svolítið verið að fylgja þess eftir ég kom í dómsmálaráðuneytið sem og líka frumvarpum kynferðislega friðhelgi og ýmis svona réttarbætur sem verða að fylgja á eftir þeirri vinnu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur unnið undanfarið og alveg síðan Ólafur Nordal var í ráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu bætta stöðu brotaþola í kynferðisbrotamálum. Síðan eru þetta bara alls konar mál, við erum auðvitað með stóra málaflokka eins og dómstólana, lögreglu, sýslumenn og ég er alltaf að vinna þessari stafrænu þróun. Við sjáum það auðvitað með ökuskírteininu, það er kannski svona eitt smá mál sem er mjög vinsælt af því að það er allir með það.
En það auðvitað mjög margt annað að verða stafrænt, eins og bara betri þjónusta hjá sýslumanni hvað var að fjölskyldumál og alls konar eyðublöð og við erum alltaf að færast nær. Nú þetta að sækja sakarvottorði rafrænt og við erum alltaf að vinna þessu af því að þetta skila sér auðvitað bara í bættri og einfaldari þjónustu við ríkið. Og það auðvitað svona það sem maður að vinna hjá sýslumanni sem og að greina svona svolítið verkefnina því að líka með rafrænni stjórnsýslu og þá skiptir minna hvar störfin eru unnin. Þau þurfi ekki að vera á höfuðborgarsvæðinu þó að flestir sem kannski að sækja þá þjónustu eru hér af því þeir sækja hana gegnum netið og þá hægt að færa slík störf út á land og í því eru mikil tækifæri með aukinni rafrænni þjónustu líka. Þannig að það svona, ég segi stundum að þetta svona win-win. Það bæti þjónustuna höfuðborgarsvæðinu, eykur rafrænni þjónustu þannig að fólk upplifir sér betur og eykur við störf út á landi. Síðan þetta útlendingamálin sem alltaf stór hluti af ráðuneytinu. Akkurat. Og svona viðkvæmasti málaflokkurinn og það bara skiljanlegt að hann bara fólk og þar erum við að vinna ýmsa vinnu, við erum að vinna skýrslu sérstaklega málefni barna á flótta, hvernig okkur við tekist að fylgja eftir lögunum, hvernig þetta í framkvæmd og hvar við getum gert betur. Ég komst fljótlega því að til dæmis málefni fylgdarlausra barna væri svolítið svona og ungmenna væri svolítið svona kannski ekki nógu föstum og góðum skorðum ef við ætlum til dæmis að taka við fleirum og sem hefur oft verið í umræðu þegar að koma svona cirka 20 fylgdarlaus börn og ungmenni til dæmis í fyrra og við þurfum að gera það betur og það eru tillögur af því sem ég mun þá leggja fram í haust. Svo eru þetta bara dómstólarnir og svo erum við með einmitt þessi frelsismál og svo erum við almannavarnir sem fólk hefur nú heldur betur fengið að kynna stundafarið og landhelgisgæsluna og fleira. Og almannavarnir svona málaflokkur sem ég hafi svolítið svona velt fyrir mér í haust hvernig ætti að kynna betur fyrir fólki, hvernig fólk geti einhvern veginn átt að sá því hversu mikilvæg málaflokkur þetta væri og hversu stór að þetta snýst bara að allir kerfin vinni saman þegar það komi berfiðar aðstæður en almannavarnir og alls konar sáum það algjörlega sjálft að kynna sig. Við erum öll almannavarnir og þessar línur hérna þríeykið og eftir COVID og óveðrið og jarðhræringar og ýmislegt. Og þar er ég að leggja fram nýja stefnu og breyta, vinna, fara í svona endurbætur á lögunum. Þannig að ég geti talað endalaust allt sem að gerast, en þetta kannski svona það sem dettur fyrst í hug sem eru svona verkefni fyrir haustið. Nú höfum við svolítið séð á netinu og hvað þá, sérstaklega á Twitter, varðandi þannig útlendingafrumvarpi sem þú komst með. Hvað getur þú sagt okkur frá þessu útlendingafrumvarpi, bara svona í grunninn, hvað? Sko í þessu frumvarpi voru fjölmargar breytingar og það hefði ekki verið lagt fram áður og þau snertu ýmislegt og kannski umræðan og óánægjan var mest svona 1-2 atriði í frumvarpinu. Akkurat. Það sem var kannski annað svona aukinn dvalarleyfi sem ég tel að verði að fara í gegn. Það til dæmis aukinn dvalarleyfi fyrir sérfræðinga sem missa vinnuna og geta þá fengið tækifæri að leita nýrri vinnu sem og fyrir vistráðninga, það eru au-pair, margir eru farin að nýta sér ungt fólk sem og unga konur sérstaklega til að komast fyrir út á vinnumarkaðinn þegar það ekki nægilegt pláss milli fæðingarorlofs og leikskólapláss og fleira. Síðan aukinn atvinnuréttindi fyrir þá sem hafa fengið mannúðarleyfi hérna. En síðan eru þessar breytingar á hælisliðnum og þetta breytingar sem mesta óánægjan var sneru af því að reyna að flýta málsmeðferð. Það nú bara þannig að málaflokkurinn hefur stækkað ár frá ári og bara á síðustu 10 árum. Ég held að fyrir cirka 10 árum síðan þá varu umsóknir alþjóðlega vernd hérna 35. Núna það svona 800, 700, 800 til 1000 ári. Þannig að málaflokkurinn hefur þetta bara gjörbreyst og það bara glænýtt verkefni fyrir alla og það þannig að við erum svona verið í smá svona, það verið erfitt að ná utanum vinnuna, það bara þannig að fólk að bíða of lengi eftir svari og það bæði ómannúðlegt fyrir fólk sem fær verndina að vera í óöryggi lengi og geta ekki þá byrjað góð aðlögun samfélaginu fyrr, en líka þá sem fáu þetta að bíða svona lengi í óvissu. Þannig að markmið okkar eru að gera kerfið alltaf betra og betra. Við erum bara með málaflokk þar sem við erum að fylgja lögum sem voru búin til þverpólitísk. Þau voru búin til í svona smá tómarúmi þar sem við vorum bara með glænýtt risaverkefni, fjöldin var að verða rosalega mikill og allar breytingar sem ég lagði til núna voru svona til að reyna bara læra af þeirri reynslu sem upp hefði komið á þau lög. Það sem kannski ruglingslegast í málaflokknum og erfiðast einhvern veginn
hann snýst bara oft fólk og fjölskyldu eða annað. Það getur oft gefið gott dæmi en það þarf auðvitað að vera jafnræði í málaflokknum og það ástæða fyrir því að dómsmálaráðuneytið ekki með neitt úrskurðarvald í einstökum málum. Það var fært frá ráðuneytinu, það var þannig einu sinni og búin til kærunefnd útlendingamála og hún svona sjálfstæð kærunefnd og það var að tillögu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Rauða krossins til dæmis og hún fer yfir alla úrskurði útlendingastofnunar. Þannig að og við erum að taka á móti, ég held að veitt 531 einstakling alþjóðlega vernd í fyrra. Hingað sóttu svona með við höfðatölu fleiri heldur en öllum Norðurlöndunum og við erum að gefa fleirum jákvætt svar en víða annars staðar og við getum alveg verið nokkuð sátt við málaflokkinn í heild sinni en það gerir það auðvitað, við erum auðvitað bara að reyna að láta kerfið virka þannig að þeir sem í mestri þörf fyrir vernd bara að leita að lífi sem það þarf ekki að óttast líf sitt geti komið hingað og fengið þessa alþjóðlegu vernd. En neyðin í heiminum auðvitað bara gríðarlega mikið. Það bara rosalega mikið af fólki á flótta og svo skiptist þetta upp í svona efnisflokka þegar við förum síðan að ræða einstaka breytingar og þá auðvitað verður svolítið flókið að ræða þetta þegar þetta heilt kerfi og til dæmis kvótaflóttamenn sem einn anginn af kerfinu. Það eru þeir flóttamenn sem búin að komast efst í röðina erlendis að þeir eru viðurkenndir sem flóttamenn en ekki síst að þeir eru kannski mestu neyðinni. Það oft fjölskyldur, einstæðar, mæður með börn, fólk með fötlun, samkynhneigðir frá þeim löndum þar sem það oft bara dauðadómur og úr þeim lista erum við að taka 100 manns ári, við erum alltaf að stækka þann hópa aðeins og það svona fólk sem myndi aldrei komast hingað sjálfdóðum. Það og síðan það þeir sem koma hingað og komin í verndarkerfið okkar og þar líka auðvitað svona hópar, það annars vegar bara þeir sem að koma frá löndum þar sem þú almennt fær þá vernd hér og það leita flýja ómannúðlegar aðstæður. Síðan það þessi mál sem kannski mest í umræðinni, það sem fólk hefur stoppað við annars staðar í Evrópu og annarkvort hefur það þá sótt þar og að komið hingað og þá þau kölluð Dyflinnarmál. Þau eiga þá samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni og þeir svona samstöðu sem þó hefur náðst í Evrópu eiga þá að klárast þar sem þau eru tekin fyrir. Á þeim grundvelli sendum við til dæmis ekki tilbaka til Grikklands og Ungverjalands vegna stöðunar í flóttamannabúðum þar af því þar fólk þá ekki komið með neina stöðu og ekki neina vernd en síðan það verndarmálin sem við köllum þar sem aðilar eru komnir með vernd annars staðar og það getur verið bæði í Grikklandi en það getur líka bara verið í Portúgal eða Noregi eða Möltu einhvers staðar í Evrópu og þá eru þau komin með vernd öðrum stað en oft bara í leita betri lífskjörum og ég hef svona nálgast að við ættum frekar að móta betri atvinnutækifæri fyrir þetta fólk hér af því að neyðakerfið okkar þarf að vera betra fyrir þá sem eru ekki með neina vernd af því að við erum ennþá að svara þeim á svona 7 mánuðum að meðaltali og oft miklu lengur. Vá, það svolítið langur tími. Það of langur tími og stundum lengist það, þetta svona kannski meðaltalið. Okkur að taka þess að svara fyrir svona augljósum málum sem fá svona almennt já eins og frá Venezuela til dæmis. Þeir fá bara svar á 4 til 18 dögum. Já, og síðan fá líka neikvætt svar þeir sem eru svona augljóslega fá neikvætt svar kannski fyrir og þeir fá þá líka svar á 4 til 18 dögum. En svo eru þessi hin mál sem taka tíma oft þung í efnismeðferð og annað að taka marga mánuði. Hafið þið verið að fá margar umsóknir frá Venezuela? Já, þeim hefur fjölgað gríðarlega, bæði hér og annars staðar í Evrópu. Og margir hafa verið að gefa þeim mannúðarleyfi, við hefum verið að gefa þeim alþjóðlega vernd og það hefur fjölgað talsvert núna bara síðasta ári. Já, ok, ég hef ekki heyrt um það. Nei, þeir fá einmitt almennt líka jásvar, þannig að það kannski minna í umræðunni. Algjörlega. Þannig og bara eru þá fyrir líka aðlaga samfélaginu af því að þá kerfið einhvern veginn að virka svolítið vel. Hægt að veita þeim svar og öryggi fyrr. Þú nefnir þarna það sem að fær augljóslega nei, en þannig það þá eins og efnahagsflóttamenn frá Albaníu eða... Frá svona öruggum ríkjum. Já.
og en svo þetta svona alltaf, þú veist, það alltaf hvert mál fær svona einstaka skoðun, einstaklingsbundið mat á sínum aðstæðum og þetta leggja fram gögn og annað, þannig að við sumir lönd í Evrópu eru ekki einu sinni með það mat, bara algjör sjálfvirkni fyrst, en við erum með það mat og síðan erum við þetta bara átt okkur á því að einhvern veginn þurfum við að reyna að geta svarað fólki fyrr, en ef við fáum ekki aukna fjármuni í málaflokkin, sem nú ólíklegt kannski núna þegar við erum að sjá fram á svona efnahagsþrengingar, það ólíklegt að komi auknir fjármunir í einhverja málaflokka yfir höfuð og frekar að það verði niðurskurður, að þá vill maður samt vernda kerfið, af því að verndarkerfið svo mikilvægt fyrir þá sem þurfa á því að halda og þá þurfum við að passa það að það sé einmitt þeir sem eru í leit að vernd og eru í neyð að þeir fái svör fyrr og að kerfið okkar virki sem skyldi. Það eru svona 2 hugtök sem maður heyrir rosalega mikið. Það annars vegar alþjóðleg vernd og hins vegar Dyflinnarreglan. Þú svona aðeins búin að útskýra Dyflinnarregluna, en ef þú gætir svona aðeins farið út í þessi svona hugtök sem maður heyrir ofta, en maður kannski skilur ekki alveg hvað er verið að tala. Já, og það einmitt svona, þess vegna tók ég kannski svolítið svona almennt fyrst af því að þetta svo stór málaflokkur og það eiginlega ekki hægt að tala bara einn angan á honum ef það fylgir ekki með, þú veist, heildin. Ég ráðherra bara fyrir málaflokk sem kostar 4 milljarða á ári og einhvern veginn verðum við að rúma þá þjónustu sem við ætlum að veita, þá vernd sem við ætlum að veita og við viljum gera vel og við erum öll sammála það innan svona þess ramma. Síðan þetta þessi hugtök, alþjóðleg vernd það eru stundum þeir sem eru að koma hérna í leita alþjóðleg vernd eru oft kallaðir hælisleitendur eða bara einstaklingar eða umsækjendur alþjóðlega vernd og þá eru þeir að koma hérna og samkvæmt bara mannréttindasáttmálanum sem með svona ákveðna línu, bara við sendum ekki tilbaka ef þú ert að koma frá ómannúðlegum og lífshættulegum aðstæðum og það bara á við alltaf og þá veitum við alþjóðlega vernd og þetta svona það kerfi sem komið í Evrópu, en það vantar þó svona meiri samheldni innan Evrópu af því að það ennþá mikill mismunur hvar mesta álagið auðvitað á þeim löndum sem eru við ytri landamærin og en líka auðvitað bara mjög mismunandi skoðanir innan Evrópu finnum maður á hvernig við eigum að tækla þetta og ég svona hugsa bæði hvort að það eiga ríki frekar en að stækka hópinn sem þau eru að taka móti sem kvótaflóttamenn sem algjörlega svona nelt kerfi sem öll lönd gera með stórum hætti. Við erum alltaf að reyna að auka ár frá ári eftir það eru svona þeir sem eru í mestri neyð eða eigum við að reyna slípa betur síðan alþjóðlega verndarkerfið sem síðan þeir sem kom hingað sjálfdáðum. Það auðvitað erfitt að tala forgangsröðun þegar þú talar fólk en við erum bara að reyna að veita vernd sem snýst það að vernda fólk í neyð og þá verðum við að passa líka að það kerfi sé ekki nota fyrir annað en það og þá hef ég svona viljað tala atvinnu eigum við ekki að opna þess fyrir atvinnutækifæri fólks hérna fyrir utan EES og ESB-svæðið af því að það auðvitað þar sem fólk ofta og þeir sem eru bara búið einhvers staðar eða eru komnir með vernd í öðru ríki þar sem lífskjör eru miklu verri en á Íslandi oftast bara að koma hingað í leita betri lífskjörum og ef við myndum vilja veita það þá ættum við að sjá hvort að það væri pláss hér í atvinnumarkanum að gefa þeim atvinnuleyfi. En svo að þú spyrir Dyflinnarmálin að þá eru þau kölluð Dyflinnarmál þessi mál þar sem fólk hefur sótt eða einstaklingur hefur sótt vernd einhvers staðar, kemur sá fyrsti viðkomustaður sem hann kemur á og sækir verndina og kemur svo hingað eða kemur til annars ríkis og það þá ef hann sendur tilbaka grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar þá það því að málið á að klárast í því ríki sem hann sótti alþjóðlega vernd og það svona þessi mál sem við sendum ekki tilbaka til Ungverjalands og Grikklands vegna stöðunar og það þetta alltaf sérstakt mat lagt á aðstæður og svo þetta þessi og þá það verndarmálin þar sem fólk búið að fá svar sótt og fekk viðurkennda verndina. Þannig að, og almennt eins og í COVID núna, þá tókum við mjög afgerandi afstöðu og miklu meira, í rauninni miklu stærri afstöðu
með fólki heldur en mörg Evrópulönd gerðu, af því við sögum bara þeir sem komast ekki heim, þeir fá efnismeðferð og auðvitað eru þá til dæmis vendamálin, þeir sem eru komnu með viðurkenningu á vernd einhvers staðar í Evrópu, fá það almennt líka hér þá, ef við veitum efnismeðferð, af því að við erum alveg með sama mat og önnur lönd. Þau voru að koma frá lífshættulegum aðstæðum, frá heimalandi sínu, en þá voru við ekki að meta verndarlandið. Þannig að það er svona þetta sem kerfið snýst að meta það að þú ert að koma frá lífshættulegum og ómannúðlegum aðstæðum. Algjörlega. Já, það hefur svolítið verið svona eins og þessi Dyflinnarregla hún hefur kannski verið, þessi efnismeðferð, hvað var Dyflinnarregluna, hefur kannski verið svolítið gagnrýnd út frá, við erum staðsett svolítið svona landfræðilega illa út frá henni, er ykkur til skoðunar að gera ykkur undanþágu eða, þú veist? Það þarf, flestar svona breytingar þyrftu að gerast í einhvers konar heild í Evrópu og ábyrgð okkar og við getum auðvitað og höfum verið að auka með við þennan að kvótaflóttamenn sem eru auðvitað forgangsaðilar í kerfinu sem myndu aldrei komast einmitt hingað, meðal annars vegna landfræðilega stöðu okkar, en líka bara af því að þau eru oft í mestu neyðinni og eiga bara engin tök á að fara lengra en þau eru komin. Síðan eru auðvitað höfum við gert ákveðna breytingar en við höfum verið að gera það með öðrum þjóðum og reynt að vera í takt við önnur Evrópulönd bæði og það hefur verið svona línan en við höfum verið með meiri skoðun á hverju máli heldur en til dæmis mörg önnur lönd. Okay. Og það eru þetta mjög margir þó við séum á þessum einhvern veginn stað að við erum eyja og þá eru við að fá mjög margar umsóknir með við bara lönd sem eru þú veist, Danmörk og Svíþjóð og Noreg og Finnland sem eru auðvitað lönd sem maður myndi halda að væri auðveldara ofta að ferðast til, að þá hefur auðvitað bara staðan verið þannig að við erum stór partur orðið af alþjóðlega samfélaginu, það eru mörg flug og það er orðið miklu auðveldara að ferðast til Íslands, orðið miklu meiri partur af heildinni heldur en kannski áður. Algjörlega. Þú talaðir aðeins áðan galla í kerfinu eða svona misnótin á kerfinu að lögreglan gaf út frá sér skýrslu minnum í fyrra varðandi að þá er fólk að koma annarkvort í alþjóðlegri vernd eða eitthvað svoleiðis og eru þá að misnóta kerfið þá kannski segja flýja út eða eru samkynhneigðir og eru svo dæmdir fyrir kynferðisbrot gegn einhverju konu. Já, það hefur auðvitað komið mál upp í þessu kerfi eins og öðrum já. Og það þarf auðvitað alltaf að passa það að kerfi okkar virki sem skildi ef við vöktum það ef það er skipuleg brotastarfsemi innan kerfisins eða mansal og það er tvennt sem við erum auðvitað alltaf að vakta og átta okkur á og þess vegna auðvitað taka sum líka mál en þá lengri tími í kerfinu sem kannski erfitt reynist að fá réttar upplýsingar eða annað slíkt og það er auðvitað þess vegna líka sem við þurfum bara að passa að kerfi okkar virki sem best fyrir þá sem eru í þessari raunverulegu neyð og það getur verið og það er svona sérstakt að tala slíka forgangsröðun en það er svo auðvelt að missa tökin á kerfinu að kerfi bara virki ekki, það bara fyllist af umsækjendum sem kannski falla engan veginn undir þá skilgreiningu að eiga að fá alþjóðlega vernd og það bitnar eiginlega mest á þeim sem eru raunverulegir umsækjendur í raunverulegri neyð og það er það sem kerfið getur orðið mjög ósanngjarnt gagnvart þeim og það er alveg, þú veist bara ég held að fólk verður svolítið að vera kannski frjótt í þessar umræðu líka innan Evrópa því þar verðist umræðan svolítið stöðnuð viljum við frekar veita atvinnuleyfi og fara þannig þú veist af því að það verðist svolítið stöðnuð umræðan í kringum Dyflinnarreglugerðina og einhvers konar samhug innan Evrópu breytingar á þessu kerfi. Já, þetta er bara mjög flott svaraði eiginlega bara öllu sem við hefum spurningar Nú á dögum var líka verið að tala ef við finnum í aðeins annað efni þá var verið að tala afglæpavæðingu fíkniefna og það var frumvarp núna á Alþingi Þú ert nú mikið talsmaður þess að afglæpavæða fíkniefni en þú skila samt auði af hverju, getur sagt okkur aðeins frá þessu frumvarpi og af hverju þú skilaðir auði? Já, raunverulega kemur þetta mjög bratt að þingmannamál eru sjaldan kláruð einhvern veginn á þinginu og þurfa og fá kannski minni athygli og minni umræðu heldur en málin sem koma frá ríkisstjórninni. Síðan allt í einu bara verið að semja mál og þetta mál er mál Pírata sem kemur í atkvæðagreiðslu.
þá þarf maður bara að kynna sér málið sem slíkt. Ég er sammála markmiðinu og ég hef verið mikil talsmaður þess að við eigum að fara öll þau skref að færa málaflokkin yfir á horfa á hann sem heilbrigðisvandamál en ekki sem svona þetta glæpa refsi viðhorf sem hefur verið á málaflokknum. Og Kristján Þór skrifaði skýrslu þegar hann var heilbrigðisráðherra eftir að það var þingsályktun í þinginu þar sem Píratar og allir flokkar á þingi lögðu að það yrði svona skoðaði málaflokkurinn í heild sinni og sú skýrsla skilaði ýmsum tillögum og það búið að uppfylla að mér skilst langflesta tillögurnar þarna meðal annars það sem snýr að dómsmálaráðuneytinu varðandi breytingar á sakavottorðum að minniháttar brot og annað fari ekki og sé ekki fast á sakavottorðum einstaklinga og sérstaklega þetta vorum við að sjá að það var mjög slæmt fyrir yngri einstaklingar sem voru síðan í leita vinnu eftir einhver smá brot varðandi til dæmis vörslu fíkniefna en þetta mál fékk ekki nægilega umræðu af því ég held að þó að það var kannski rætt í nefndinni að einhverju leiti að þá eru þetta rosalega stóra breytingar og það þurfa allir að gangi í takt þegar við ætlum að fara í slíka breytingar. Ég er fyrsta konan til að segja að við ætlum að vera löngu búin að fara í þessar breytingar. En lögin sem slíka eru hjá heilbrigðisráðuneytinu, þessi ávana á fíkniefna löggjöf, þar voru ýmis verkefni sem beindust að heilbrigðisráðherra eins og neyslu rýmin og þau voru kláruð, það var svona forgangsmál hjá heilbrigðisráðherra að klára þau og þetta síðan kannski það verkefni sem kemur í kjölfarið. Það sem ég held að þurfa að skoða í þessu er bæði skilgreiningin á neysluskömmtum. Það er mjög bagalegt að þurfa að skilgreina hann í reglugerð því við erum að miða við einhverja refsi heimild. Við erum að miða við það að þessi skammtur sé þá refsiverður en ekki þessi skammtur. Og það er erfitt að skilgreina að þú segir að þessi skammtur sé fyrir 10 daga eða þá neysluskammtur. Já, ég var ekkert í frumvarpinu hvað... Ekki í lagagreininni slíku, frumvarpinu var bara örfá línur, mjög stutt og það var síðan sett heimild fyrir heilbrigðisráðherra að færa þetta í reglugerð en það getur orðið frekar erfitt fyrir ákæruvaldið að stóla refsingu á grundvelli reglugerðar. Það þarf skýra lagaheimild og ef það er hægt að móta slíkt að þá held ég að verði að skoða það nánar en gert var. Síðan auðvitað kom upp vandkvæði varðandi börn til dæmis ef það er refsilaust að vera með neysluskammt á sér en lögreglan tekur hann og þarf þá að skila honum á að skila líka skammti til barna sem eiga ekki ennþá að kaupa sér áfengið kannski, þú veist, þannig erum við auðvitað þarf að skoða þennan þátt. Síðan held ég að eitt af stærstu vandamálunum okkar við þetta, eða hver svona alvarlegasta afleiðingin við kerfið í dag er að fólk er að víla fyrir sér að kalla á lögreglu þegar einstaklingur verður meðvitundarlaus í partíi eða meðvitundarlaus inn á stað þar sem er verið að neyta fíkniefna af því það er hrætt við það að vera ákært fyrir vörslu fíkniefna. Einmitt, já. Þarna er mjög líklega oftast stærri skammta að ræða en neysluskammta og við leysum þetta vandamál kannski ekki mjög auðveldlega bara með því að afglæpavæða vörslu neysluskammta. Ég held að við þurfum að skoða með mun frjóari hætti lög sem hafa verið samþykkt í öðrum löndum þar sem ef útkallið kemur vegna meðvitundarleysis þá verður að horfa fram hjá fíkniefnabrotum á þeim stað. Og við erum bara að sjá allt og mikið ungu fólki sem hefur látist í partíum og kannski og mögulega stundum og líklega var stundum ástæðan af því það var ekki kallað á aðstoð og hratt. Oftast verður svona hvort sem þetta er hjartastopp eða köfnun eða aðra dánarorsakir vegna ofneyslu fíkniefna eru oftast þá þarf mjög bráða aðstoð til að geta endurheimt þá manneskju. Þannig að þetta er svona atriði sem ég vil skoða og ég hef því óskað eftir því með heilbrigðisráðherra við settum á laggirnar hóp sem við erum bara að skipa í núna af því að þetta kerfi þurfa að vinna saman þó að lögin séu hjá heilbrigðisráðherra að þá eru þetta lögreglan og ákæruvaldi sem þarf að stíga þessi skref með okkur og þetta eru bara þannig breytingar að við erum sammála markmiðinu og við þurfum bara að gera þetta mjög vel.
En svo held ég voni ég sé að fara með rétt mál að vera að tala að frú Ragnheiður hefur verið að bjóða svona bíla þar sem að fólk getur komið og sprauta sig. Stendur eitthvað til að bjóða upp á fleiri svona bíla eða Já, frú Ragnheiður kemur auðvitað síðan að þessum nýju neyslurýmum og það eru auðvitað átt að fá svolítið reynslu á það, hvernig það virkar og við munum fá aðalega frá frú Ragnheiður mitt inn í þennan hóp. Af því að við þurfum kannski að skoða og það eitt sem þarf að skoða líka með þessu svona viðhorfið gagnvart fíklum þegar það kallað til vegna neyslu að á það að vera lögreglan sem fer á staðinn eða á það kannski bara að vera aðilega eins og frú Ragnheiður eða félagsþjónusta sem fer á staðinn af því að þetta kannski ekki lögreglumál. Það ekki refsivert að neyta fíkniefna en það refsivert að vera með á þessir og selja og allt þetta. Þannig að við þurfum það þurfa alltaf breytingar að vera í flútti með þessu og frú Ragnheiður algjörlega frábært apparat sem við virkar rosa vel. Hvernig orðið innan lögreglunar varðandi að afglæpa fíkniefni? Taka þau almennt mjög vel í það? Ég held að sé bara misjafna skoðanir á því innan lögreglunar eins og bara almennt innan samfélagsins. Það eru auðvitað svolítið kynslóðabil kannski í umræðunni. En þeir sem ég held að lögreglan sé mjög opin fyrir því að finna svona betri takt í þessum málaflokki. Og en ég hef bara og mun áfram tala fyrir því að ráðast verði þessar breytingar og mun því vinna heilshugar með heilbrigðisráðherra að því. Æðislegt. Frábært. Svo kannski svona þú lagðir fram frumvarp netsölu á áfengi. Já. Núna ég veitur það var ekki samþykkt eða ég rétti mér. Ætlar að leggja það fram aftur? Já, heldur betur. Það var bara tilbúið þarna með flest svona frumvörpin við þetta fjallum frá einhverjum sem voru ekki alveg tilbúin en ég svona gekk áfram með þau sem voru tilbúin þannig að rétt fyrir COVID þá bara kom það fram en málið sko afar einfalt. Margir misskilja og halda að þetta sé frumvarp vín í verslanir sem það ekki, þetta er vín úr verslunum af því að þetta að verða að færa það á netið og í dag kerfið bara þannig að það mega allir kaupa sér áfengi á netinu af þeim sem eru með lögheimili annars staðar á Íslandi og í því bara gríðarleg mismunun, ekki síst fyrir neytendur en líka bara fyrir aðila sem eru í samkeppni stundum við erlenda bjór. Við kaupum mest af erlendum áfengistegundum af löndunum í kringum okkur, styrkjum ekki íslenska framleiðendur nægilega vel og það kannski ekki undra þegar þeir eiga mjög erfitt með að komast inn í áfengisverslunum oft, sérstaklega þessir minni framleiðendur, áfengisverslun ríkisins og að þeir geta ekki selt bjórinn til dæmis á litlum brugghúsum, þegar handverksbrugghúsum þessum sem eru víð land til þeirra sem eru að smakka og koma og prófa og þeir geta ekki reikið netverslun eins og allir aðilar sem þeir eru að keppa við erlends. Og þannig bara uppi staða sem ég hyggst leysa með þessu frumvarpi og ég held að þetta sé svona skref sem flestir ætti að geta sætt sig við í áfengissölu. Við viljum halda forvörnum sterkum, ég held að forvörnin sé besta vörnin en ekki nákvæmlega hvar áfengi selt eða hvenar. Þeir sem vilja nálgast áfengi þeir gera það, við sjáum það á sölusíðum á Facebook. Við sjáum það hvernig gengið fram hjá áfengisauglýsingum með samfélagsmiðlum og öðrum miðlum. Þannig að við þurfum frekar að efla forvarnir og eyða tíma og peningi það frekar en að reyna einhvern veginn að búa til kerfi sem bitnar bara helst á íslensku fyrirtækjum. Algjörlega. Hvernig væri það þú með aldurstakmark að kaupa á þessum vefsíðum? Hvernig myndi maður sanna það að maður væri þarna í rauninni með frumvarpinu í fyrsta skipti settar einhverjar reglur netvöslun sem eru ekki í dag. Í dag eru rauninni engar kvaðir eða skylda og að það sé sami kaupandi og sem tekur síðan við vörunni eða sína skilríki og það er engin viðurlög við því í dag. Með frumvarpinu bæði þá sagt að kveða að þú sem kaupandi þarft að skrá auðvitað kennitölu þegar þú kaupir. Þú þarft að vera sá sem sami sem tekur síðan við áfenginu og sína fram á aldurinn og það er refsivert og getur leitt til þess bara að síðunni verði lokað ef þetta er brotið. Þannig að þarna erum við að setja miklu skýrari mörk heldur en í dag erlenda netverslun sem stunduð gríðarlega mikið á Íslandi.
bara þá eitthvað fólk sem er þá ekki með aldur til þess að kaupa það? Ég veit svo sem ekki hvort að það sé gert mikið, en Íslendingar almennt kaupa sér bara mikið áfengi af netinu og af erlendum heildsölum, bæði vín og bjór, og þú getur fengið hann bara inn á nokkra daga við hurðina hjá þér. Og þannig svo erum við líka að sjá Costco sem er að selja ódýrari bjór en í ríkinu til ákveðina einstaklinga, og það er líka bara ákveðin mismunun að fyrirtæki eða þeir sem eru með vínveitingaleyfi hafi aðgang að bjóra ákveðnu verði sem einstaklingar í samfélaginu hafa ekki. Algjörlega. Manni finnst það líka bara svolítið sérstakt að þú getur keypt erlent áfengi en ekki íslenskt. Þú veist, auðvitað viljum við styrkja og styðja við íslenska framleiðendur. Íslenska verslun, og það sem er sérstakt og ég skil svo vel er að sumir aðilar eru farnir að senda vínið sitt erlendis til þess að selja þau gegnum erlenda netverslun hingað. Já, ég er búin að frétta því. Það er mjög sérstakt. Það er alveg út í hött. Já. Þannig að þetta er svona frumvarp sem ég mun koma fram bara strax í haust, það þingið byrjar í byrjun október, og það er alltaf þessi umræða sem sprettur upp í kringu þetta það hvort þetta sé forgangsmál. En eins og í byrjun þáttarins þá fór ég yfir rosalega mörg mál sem eru í gangi, og þetta er bara eitt af þeim málum sem ég þykir eðlilegt að klára. Hvorki rafrænu ökuskírteini eða netverslun með áfengi er ákveðin forgangsmál, en þetta er mjög eðlileg framfaraskref, og það á ekkert að víla fyrir sér að klára minni mál eins og þau stærri þegar maður er komin í ráðuneyti til að klára þau. Nú talaðum svolítið frelsismál, og þú ert nú líka mikið talsmann þess að leggja niður mannanefndarnefnd. Já, heldur betur. Hvernig færi það fram? Mætti ég þá bara, mætti ég skýra barnið mitt bara hvað sem er? Já, væri einhverja reglur með því frumvarpi sem ég mun leggja fram er þetta fært í svona eins mjög frjálst form, en samt með þeirri reglu að þetta má ekki vera barni til ama. Það er þó ekki mannanafnanefnd sem tekur á því, heldur er það einhvers konar barnaverndaryfirvöld, og það getur verið umboðsmaður barna, þá eftir aðeins að útfæra það, önnur barnaverndaryfirvöld, ef það væri uppkæmi mál. Þetta er auðvitað afar sjaldgæf og afar fátíð mál að þau komi upp, og slíkt þarf ekki sérstaka nefnd. Það er kannski og það er ekki það að það sé bara nafnið sem þurfi einhvern veginn að passa upp á, það sé passi við íslensku, heldur að ef það er bara barnið til ama þá er þetta bara mál eitthvað sem þarf að ræða við foreldra þess barns og hvernig og þannig að aðra reglur eru í rauninni ekki. Í dag erum við þetta með mjög stífa löggjöf. Ég óska eftir ég óska eftir að fá sögur frá fólki sem hafði svona einhvern veginn slæma sögu og reynslu á mannanafnanefnd, og það eru gríðarlega mörg dæmi þess að fólk má ekki heita í höfuð ömmu sínum og afa eða langafa sínum og langafa, þá var þetta ekki til mannanafnanefnd. Mannanafnanefnd er ekki gömul, hún er yngri en ég og mörgum finnst ég nú ung. Hún er síðan 1991, þannig að komið núna fyrir. Reglurnar hafa verið rosa misjafnar, og ég er í rauninni bara að gefa það frjálst. Nú máttu velja þér kyn, þá máttu líka velja þér nafn að mínu mati. Það er líka þannig að sumir vilja ekki heita í höfuð og foreldrum sínum að eftir nafni. Það hafa kannski átt mjög slæma reynslu, orðið fyrir ofbeldi kannski að hendi beggja foreldra, en geta ekki breytt eftirnafn í kerfinu í dag. Og ríkið á bara ekki að standa svona í vegi fyrir frelsi fólks. Og það er í rauninni svona bara línan sem ég fylgdi í þessari vinnu og við þessa frumvarps að réttur fólks til að bera það nafn sem það kýs er miklu ríkari heldur en réttur ríkisins til að takmarka þann rétt. Og mér finnst þau rök sem hníga gegn því að breyta þessu vera mjög veik, sérstaklega eftir ég hef talað við fólk sem líður beinlínis illa vegna þeirrar takmarkana sem ríkið setur á þetta. Já, þú talaði líka, þetta er kannski líka eitt af þeim málum sem við verðum talað um að sé þetta forgangsmál. Manni finnst svona einhvern veginn svolítið sérstakt þegar fólk er að tala um þess að umræðan í kringum svona mál sé svoleiðis, að því maður haldi bara allt sem snýr að því að auka frelsi fólks og einfalda líf fólks sé alltaf forgangsmál og á alltaf við. Já, sumir segja að frelsismál eigi alltaf að vera forgangsmál. Ég segi bara að frelsismál megi ekki gleymast og líða fyrir það að vera oft smá en skipta rosalega miklu máli fyrir fólk. Og þar held ég að
sé svona gullna línan að það má ekki gleyma sér í stóru kerfunum sem eru flókin og þung og oft fá mestu umræðuna og gleyma að breyta litlu atriðunum sem skipta oft fólk miklu máli persónulega. Og bara, ég geng inn í ráðuneytið bara með þeim skilaboðum, sko, en með því hugafari að og ég vonandi flest sem ég geri einfaldi líf fólks og ekki frelsi þess. Og þess vegna mun ég mæta með þessi frumvarp bæði núna strax á hausting. Æðislegt. Geggjað. Erstu svo með eitthvað plön fyrir sumari? Já, ég var ekki búin að plana eiginlega neitt nema eina hestaferð með pappa sem ég ætla að fara í ágúst, en ég er svona að reyna að koma mér í frí og er aðeins að stúsast í fangelsismálunum sem ég verið að kynna ýmsa tillögur sem og umdelda lokun fangelsins á Akureyri núna þessa vikuna, en síðan ætla ég að keyra smá landið, fara svona fyrir austan og norðausturland aðalega og fara í eina hestaferð með pappa í Mýrdalnum á Suðurlandi. Og eru það þá bara í frí að væri að sinna einhverjum heimsóknum? Ég er svona aðlega í fríi, við ætlum að fara í svona 10 daga frí þarna á landið, en ráðherrar eru alltaf með símann á sér. Algjörlega. Og við ráðum því ekki ef eitthvað kemur upp. Við erum með mikla áskorun við skimun við landamæri og opnun landamærana og erum með mitt að það tekur gildi núna bara núna þessa dagana svona aðeins auknar heimildir fyrir lönd, 14 lönd utan Schengen sem eiga núna ferðast hingað, sem og svona aðeins aukin rými fyrir einstaklingi í samböndum innan og utan Schengen, Íslendingar sem eiga kærasta eða kærustur utan Schengen. Þannig að við erum svona alltaf að reyna að rýmka þessi skilyrði aðeins og við getum einfaldað líf fólks í þessum COVID heimi eins og hann í dag. Þetta er búið að vera svona sérkennilegt vor og þetta verður sérkennilegt sumar út af því. Algjörlega. Maður eitthvað veldi þessi líka alltaf fyrir sér hvort að ráðherra sé einhvern tímann í fríi. Þau eru einhvern tímann alltaf svo áberandi finnst mér. Já, það er þetta rosa misjafnt hvað gengur á og hvaða mál kom upp en við þurfum auðvitað að reyna að fara í frí eins og það er og slaka á og hlaða batteríin aðalega. En það er mjög gaman að þykja gaman í vinnunni því að þá líður þér almennt vel hvort sem þú nærða að fara í mikið frí eða ekki. Ég held sér líka bara almennt gott fyrir okkur að ráðherra sig útkvildir fyrir haustið. Já, nákvæmlega. Það verður áskoranir haustis verða margar. Það verður við erum að horfa upp á svona öðruvísi ástand en við kannski byggum við. Þetta verður erfitt fyrir marga. Það er meira atvinnuleysi og það eru ýmsar áskoranir fyrir rekstur fyrirtæki og annað eftir COVID og svo vitum við ekkert hvernig COVID þróast. Þetta er svona kannski það sem var einna mest áhugaverðast í þessu öllu að það var að þú ert að díla við einhver verkefni sem engin áður hefur dílað við, að opna og loka landamæri, þú veist þetta er einhvern veginn allar svolítið nýjar áskorunir og þú ert að berjast við einhverja veiru sem engin veit eða neitt en við vitum meira núna en í mars. Þetta er svolítið búið að vera svolítið barata hjá okkur sko, en bara hjá okkur. Já, þetta er en þetta gengur vel og ég held að við getum ekki en annað verið nokkuð sátt við hvernig þetta hefur gengið að svona minnka útbreiðslu veirunnar hér og við erum búin að lifa við mun lengra frelsi síðustu vikur heldur en samlandar okkar annars staðar. Ó já, bara... Og maður hittir hér útlendinga, búin að hitta bæði bandarækjumenn hér sem voru í vinnuerindum og síðan fólk hérna frá Evrópu sem bara líður þvílíkt vel að vera komin hingað til lands og það er mjög ánægilegt og ég held einhvern veginn að við séum öll svolítið þakklátt og förum bara svolítið inn í sumarið þannig þó að við getum almennt bara ferðast innanlands. Sem er nú mjög gott, mjög gott. Það er ekki leiðilegt. Nei. Herri, ég held að það sé bara komið, bara takk kærlega fyrir að gefa tími í þetta og bara takk fyrir að koma. Bara takk kærlega fyrir mig og gott spjall.